Jú, borgarfulltrúi Kjartan Magnússon gerir grein fyrir bókun. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég kynni bókun borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins vegna þessara tillögu að fella niður reglulega fund borgarstjórnar 5. janúar. Og bókunin hljóðar svo: Borgarstjórn er opinn vettvangur þar sem málefni Reykjavíkurborgar eru rædd í heyranda hljóði. Að undanförnu hefur gætt sívaxandi tilhneigingar hjá núverandi borgarstjórnar meirihluta að draga úr vægi borgarstjórnarfunda, til dæmis með því að vísa fjölmörgum tillögum sem þar eru fluttar af borgarfulltrúum til borgarráðs þar sem þeim er ráðið til lykta á lokuðum fundum. Tillaga borgarstjórnar meirihlutans að fella niður fyrri fund borgarstjórnar í janúar og lengja þannig jólafrí borgarfulltrúa er af sama meiði. Ljóst er að mörg mikilvæg mál liggja fyrir borgarstjórnar í upphafi nýs árs, ekki síst varðandi það hvernig verði tekist á við bága fjárhagsstöðu borgarinnar, til dæmis með því hvernig 1780 milljóna óútfærðri hagræðingarkröfu verði mætt, auk 500 milljóna króna tekjuaukningu samkvæmt nýsamþykktri fjárhagsáætlun. Sjaldan eða aldrei hefur því verið ríkara tilefni til að borgarfulltrúar vinni vinnuna sína og noti reglulega fundi borgarstjórnar til að vinna fjármálum borgarinnar og öðrum mikilvægum málum, en stingi ekki höfðinu í sandinn og framlengi eigið jólafrí. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hefur lokið við að gera grein fyrir bókun og borgarfulltrúar meirihlutans áskilja sér rétt til gagnbókunar. Þá förum við í 5. lið á útsendri dagskrá sem fundargerð borgarráðs frá 10. desember. Þar undir